Rúnar var 5-3 sigur. Hver eru svona þín fyrstu viðbrögð? Já, bara geggjaður sigur sko. Ótrúlega kraftur í okkur og líka þeir jafna hérna í 3-3 og svona var alveg stemming með þeim þá sko, en við einhvern veginn náðum að snúa þeim við og setja 2 í andlitið á þeim, þannig að við erum hrikalega ánægð með það. Það leit einhvern veginn allt út fyrir það að Vestri væri að fara að klára þetta, en hvað var það þarna á 80. mínútu sem að breytist hjá ykkur? Bara mikill karakter sko, bara viljið til að vinna þetta. Við erum bara að vera svo nálægt í þessu leikjum sem við átti hérna heima. Við erum betri liðin í flestu öllum þessu leikjum og sama í kvöld og hérna í dag. Og núna náðum við að klára þetta sem er bara styrkur hjá okkur. Við erum að vaksa, við erum bara betri og betri. Við erum að tala um Matthías, hann átti góðan leik. Hvað færir hann ykkur? Meir en mörg? Já, bara skemmtilegu gaur sko og bara í fótbolta sko. Já. Hann er Bjöggi ungir og sprængir sko, ásendið okkar unga liðið má segja sko. Við erum ekki með gammalt lið þannig séð, en þeir eru bara að koma mjög öflugir hérna í okkar lið. Það er vel. Og Guðmundur í markinu, á þessi stórleik, þráttur hann fá sér 3 mörg. Já. Hvað gefur hann vörninni svona, hvað er það líka við hann sem að Guðmundur bara fyrst og fremst bara góður markmaður. Við erum 2 öfluga markmenn, Alexander líka sem spilaði mikið fyrir okkur í fyrra og það er bara byllandi samkeppni hjá þeim og Grummi er búinn að vera yfir núna og stendur sig bara fórlega vel. Hann er yfir góður í fótunum og er ágætur í útlöpu á honum og góður stoppsjófer og þannig að við erum bara með öfluga strákar sko. Grummi stendur sig vel. Þeir eru núna komnir upp í 6 stig, ef við minnum rétt, og nálgist umspilsætin. Þið hafið trú á því að komast upp, eða hvað? Þetta er svo nýbyrjað maður. Við bara tökum einn leik í einu og reynum að bæta okkur í hverju leik og hvernig það gefa okkur 3 stig eða ekkert eða 1. Það kemur bara ljós. Við erum bara með þannig lið og í þannig lið að við erum bara að reyna að hugsa frammistöðuna og ef hún er góð þá getur það fært okkur sigra og það er lykilatriði að við fáum góða frammistöðu frá öllum, alltaf. Takk fyrir. Takk.